Sektarkennd og samviskubit eru mjög algengar tilfinningar í sorg, bæði hjá fullorðnum og börnum. Þetta eru krefjandi tilfinningar sem oft getur verið erfitt að ræða því að þeim fylgir jafnvel skömm. Inn í sektarkenndina getur blandast það að ung börn, það bil fyrir 8-9 ára aldur, búa yfir svokallaðri töfrahugsun æskunnar. Þau hugsa allt á mjög sjálfhverfan hátt, eins og börn eiga auðvitað að gera á þessum aldri, en ofmeta þar að leiðandi áhrif sín á umhverfið. Fyrir ungu barni getur það verið algjörlega rökrétt að slys hafi orðið vegna þess að þau hugsuðu eða gerðu eitthvað áður. Og ég skal koma með dæmi. Barn verður ofboðslega reitt við foreldri sitt vegna þess að það fær ekki eitthvað sem það langar í og öskrar ljót orð eða hugsa með sjálfu sér að það þoli ekki foreldri sitt. Og einhverjum dögum síðar greinist svo foreldri með sjúkdóm eða verður bráðkvatt og þá getur barnið sett þetta tvennt í orsakasamhengi. Auðvitað er það fáránlegt í huga fullorðins fólks en getur valdið ungu barni ofboðslegum sársauka. Börn geta líka verið fulla samviskubiti yfir því að hafa ekki nýtt tíman fram að andláti ástvinar nægilega vel. Bæði ung börn og unglingar. Börn og unglingar eru auðvitað upptekin af því að hitta vini sína og gera það sem að börnum finnst skemmtilegt og geta svo hugsað tilbaka og fundist þau hafa brugðist manneskjunni sem þau mistu fyrir að hafa tekið samveru með öðrum fram yfir þau. Og ef andlátið bar skyndilega að, þá hugsar ungur syrgjandi að ef hann hefði vitað að tíminn væri svona naumur, þá hefði hann tekið aðrar ákvarðanir og situr uppi með samviskubit. Samviskubit yfir leiðinlegum samskiptum í fortíðinni getur líka gert vart við sig. Kannski hefur barnið þótt ofboðslega leiðilegt eða hreinlega andlega erfitt að fara inn á sjúkrastofnun, að hitta ástvin sem var þar veikur og fær svo eftirsjá yfir að hafa stundum komið sér undan því að fara. Annað sem veldur oft sektarkennd er tilfinning sem við köllum stundum létti. Það er ofboðslega sárt að fylgjast með manneskju sem maður elskar af öllu hjarta veikjast alvarlega. Og þegar kemur í ljós að ástvinur manns mun ekki læknast, þá bætist við kvíðahnúturinn yfir þeim degi þegar að því kemur að viðkomandi deyr. Og þetta tímabil, að fylgja eftir ástvinni og banalegu og vita að höggið er á leiðinni, það tekur virkilega á hvert sem er. Þegar svo stundin er komin og manneskjan sem maður elskar er búin að kveðja og maður þarf ekki lengur að kvíða þessu augnabliki því að það er þegar orðið, þá getur komið yfir mann tilfinning sem við köllum létti. Það er ekki léttir vegna þess að viðkomandi er dáinn. Það er léttir vegna þess að þessu ofboðslega erfiða tíma er lokið og það þarf ekki lengur að kvíða kveðjustundinni. Þetta getur verið svo ruglingsleg tilfinning, ekkert síður fyrir fullorðna en börn. En hún er hins vegar svo eðlileg og algeng, en það sem stundum gerist er að fólk skammar sín fyrir hana. Börn geta hugsa með sér að það sé bara eitthvað að þeim, yfir að upplifa líka tilfinningu eftir missi sem virkar jákvæð. Að þau séu kannski bara ekki góðar manneskjur eða þar fram eftir götunum. Allar þessar hugsanir eru eðlilegar, en það reyna á. Og það getur þurft að útskýra þær og leiðrétta. Þess vegna er það svo dýrmætt ef að barn eða unglingur á þannig tengsl við einhverja örugga fullorðna manneskju að það treystir sig til þess að segja þetta upphátt. Þegar barn kemur til að ræða samviskubit eða sektarkennd, skiptir öllu máli að barnið fái hlustun og að það sé ekki gert lítið úr því hvernig barninu líður. Og þá er ég að meina að það er ekki hjálplegt að bregðast strax við og segja hvað vitleysa, auðvitað er ekkert að þessu þér að kenna og þú átt ekki að hugsa svona. Þetta er í rauninni ekki hjálpleg viðbrögð þó þú komið frá góðum stað því þá verður samtalið ekkert lengra. Ég mæli með því að gefa barninu góðan tíma til að tala. Þakka því svo fyrir traustið og hrósa líka fyrir hugrekki að segja frá því oft þarf mikið hugrekki til. Svo þarf að ræða hugsanirnar og leyfa barninu að komast líka að því sjálft með góðri leiðsögn hvort að þessi tilfinning er rökrétt eða ekki. Er það kannski bara mjög eðlilegt að verða stundum reið við foreldri eða systkini sitt, rífast og
segi eitthvað sem maður meinti ekkert 100%. Getur einhver séð inn í framtíðina eða stjórnaðinni? Og fyrir yngri börn að þá þarf að útskýra með einföldum og skýrum hætti að það getur engin stjórnað eða valdið hluti með hugsunum sínum. Það þarf líka að minna börn og unglingar reglulega á það að þau bera ekki ábyrgð á fullorðna fólkinu. Fullorðna fólkið ber ábyrgð á þeim. Og fullorðna fólkið vildi líka leyfa þeim að eiga tíma með vinum sínum. Og manneskjan þeirra sem var ef til vill veik gladdist yfir því þegar þau nutu lífsins og gerðu skemmtilega hluti. Barn þarf að fá að heyra að þessar hugsanir eru eðlilegar og algengar og þær draga ekki úr dýrmætu tengslunum sem það átti við manneskjuna sem það saknar. Samskipti eru aldrei fullkomin og grundvallar atriði að manneskjan sem barnið misti vissi vel hvað það elskaði hann eða hana mikið. Það skiptir öllu máli.